Og við fáum uppkast hér í varnarsvæði SR. Uppkast er komum bara bekkinn í hendurnar á þessa aftur. Þetta er hann að Sigur, sendur hérna bekkinu upp. Einhver vandræðagangur í vörninni og SR núna. Það er hendur bekkinu undir, það er Kenneth Friðrika. Hann leggur á stað. Skot þarna, Andrea vel vakandi og kemur Brynhildur. Hún leggur hérna stað bara. Kemst niður, snýður Amunda á sér. Ísland er ekki alveg að henda pökinu á blálínni. Það er Bríet, snýður hérna snöggt við. Vel gerður snúningur hjá Bríeti. Hún kemst hérna í gegn. 1, 2, 3. Kristín hendur pökinu bara niður í svæðið. Það er Jónína. Hendur pökina niður á aðleiði. Og það er líka hún Sveindís. Já, það er bara gripið færið sem gerst. Hún er Bríeti. Kristín nettir þetta veginu. Það er skota í stöng. Fínt skot hjá Kolbrúnu. Apríl, hún pekir með bandinu, þar er Alessandra. Þetta hérna við, hún er að koma pekinu frá. Langskot í hann Apríl. Kristín kom bekkinu mót. Arndísi og reynir hann bara að skot með frá vísnum. Andrea ákveður að þrýsta þetta í kveldi. Það er Heiður. Það er Jónan líka. Það reynir hann að komast að markið. Mætir það Apríl og Friðriku. Annars á mig að Eva. Heiður hreinsar hér svæðið. Annars á mig að eftir pökkinu uppi. Snýr hér strax við. Reynir að senda ykkur það. Það er Brynhildur. Hún er komið pökkin hérna. Hvað gerir Brynhildur? Skotið. Vel varið hjá Birtu. Siglir inn, Friðrika mætir henni. Hanna vildi einhverju fá tripping en leikurinn heldur áfram. Það er Díliður, Ísland sendir pökinu. Það er Inga. Hér er Alessandra komin á stað. Hún siglir hérna á stað. Hún er skauta mikið hér í leiknum í. Hún er skauta mikið hér í leiknum í dag. Tæknimennir hér í þessu útsendingu gefur upplýsingur það að netið er að detta hér út, inn og út. Það er nú lítið við því að gera eins og staðir núna. Leikurinn heldur áfram. Við höldum áfram að lýsa. Það er eiginlega
þessi sem, já, það er óráðið hver mann þetta uppkast. En það er Akureyringar sem koma hér á siglingunni. Þetta er Katrín, kemst innan framjá, komin í færi, skot. Frákastið, Andri að vera þetta vel. Inga, skot, lendir þarna, skoppar hann upp í loftið og það var smá hætta að ferðu. 1,5 mínútu eftir að leiknum. Inga, skot. Hann hefði alveg getað farið inn en hann verið beint á markið þessi. Inga komið pökinn aftur, tekur skotið, hendur í vörninni á Heiði. Pökkurinn skoppar út. Katrín kallar undir pekkinum hana fjær. Sundborg. Skotið, lendir hann í vörninni. Þá kemur Apríl. Sendir langa sendinga á hana Alexandru sem er hér, já, 1 á móti 2 í 3. Kemur pekkinu bak á markið. Salska, hann kom pekkinu Alexandru aftur. Alexandra er með pekkin. Á Friðriku, Friðriku skot. Birta greip þennan. Fín tilraun. Fáum uppkast í varnarsvæði þessar 27 sekúndur eftir. Það er þess að vinna þetta uppkast. Alexandra er að valda hérna vesinni í þeirra sóknarleik. Kemur Brynhildur. Komin hér. Nær sendingu á. Fínt bakandaskot hjá Alexandru. Áfram heldur pressan hjá SR. Og hér lýkur þessum leik með sigri SA og 3 mörkum gegn 1. Hörkuleikur. Mörk SA skoruðu Arndís Sigurðardóttir, Hilma Bergs og Katrín Björnsdóttir. Eina mark SR skoraði Brynhildur Hjaltesteð eftir leik á yfirtölunni. Mér finnst vel verið einhverja því að mjög hér skuli vera það óstabílt að útsendingin hefði verið að detta inn og út. Fyrnafýll leikur í báðum liðum. Þessi lið mætast aftur hér í Laugardalnum á 10 fyrrmálið. Síðan er, já, fínasta viðureign seinna á morgun. Það er þegar að Fjölnir tekur á móti SA í meistaraflokki karla, eftir karla. Sá leikur byrjar klukkan korter í 5 og ég hvet alla hokkíþesta og áhugamennum íshokkí að skella sér á þann leik. Eins og ég sagði áðan að þá voru og létta hér ákveðnum takmörkunum, þannig að það er leiðilegt að hafa áhorfendur á kappleikjum. Og það er að gera. Skella sér í Eilsvöllina og fylgjast með þessum stórskemmtilegu liðum spila íshokkí. Ég þakka fyrir í kvöld, takk fyrir og góða nótt.